567. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur, en fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 klukkan 5 þann 21. maí árið 2019. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Styrmigauti sem rétt á kominn fastur í umferð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Davíð Brár Unnarsson, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Mér langar að bjóða sérstaklega velkomin á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund, hann Davíð Brár, verður velkomin. Nú, það eru 5 mál á dagskrá fundarins í dag, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 9. og 16. maí, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. maí, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 3. maí, fundargerð menningarráðs frá 10. maí og fundargerð velferðarráðs frá 10. maí einnig. Nú, við tökum fyrir fyrsta dagskrárlið, en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. maí og við munum byrja á að taka fyrir fundargerðir frá 9. maí fundinum. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Mig langar að koma upp undir öðru máli sem ársskýrsla Fjölsmiðjunnar. Starfsemi Fjölsmiðjunnar mikilvægur vettvangur, sérstaklega fyrir ungt fólk til að finna áhugasvið sitt og öðlast starfsreynslu. Þar fer fram fagleg verkþjálfun sem tengist hagnýtri vinnu sem getur aukið sjálfstraust og hvatt til frekara náms. Á stefnumótunarfundi Fjölsmiðjunnar kom til dæmis fram í framtíðarsýn að það þyrfti meiri tengingu við atvinnulífið, fjárhagslegt öryggi og fleiri og fjölbreyttari tækifæri á næstu árum til að starfsemin geti vaxið og dafnað. Margvíslegar hugmyndir komið fram sem við í Framsóknarflokknum vonum að metnaður verði lagður í að gera veruleika og að Fjölsmiðjan muni á næstu árum stækka og að verkefni hennar verði enn fjölbreyttari. Takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig bæjarráð frá 9. maí? Nei, þá munum við taka fyrir bæjarráð frá 16. maí. Og áður en forseti gefur orðið laust, þá vil ég taka fram að við þurfum að samþykkja sérstaklega lið 6 í fundargerðinni sem snýr að innkaupareglum Reykjanesbæjar. Eitthvað sem vil tjá sig sérstaklega lið 6? Eitthvað sem vil tjá sig fundargerðina frá 16. maí að öðru leyti? Já, Friðjón Einarsson, gjörðu. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, mér langar aðeins að fara yfir nokkra atriði hérna í fundargerð 16. maí sem áhugavert. Fyrsta lagi það liður númer 2 sem Stapaskóli, annar áfangi, en bæjarráð samþykkti nýlega að farið yrði að fullhanna annan áfanga sem íþróttahúsið, sundlaugin við skólann og reyna að flýta þeirri byggingu sem áður hafi verið ákveðið, sem náttúrulega risamál fyrir okkur og frábært að fjármál Reykjanesbæjar leyfi það. Ég held að þetta stórt og mikið mál og að verið komið sundlaug með heitum pottum í Stapahverfi fljótlega virkilega fagnaðarmál. Annað sem ég vil nefna hérna vegna umræðina Vá og fall Vás og áhrif á Suðurnesin, að þá sjáum við strax auðvitað einhver áhrif, aukið atvinnuleysi og þess bera merki í garðyrkjudeildinni hjá okkur og vinnuskólunum að það eru fleiri sem sækja vinnu og við höfum því ákveðið að auka fjárveitingu til garðyrkjudeildarinnar. Það alltaf 15 milljónir núna í sumar sem við ætlum að auka við. Við höfum áður aukið við fjármagnið til vinnuskólans en nú ætlum við að bæta við 15 milljónum vegna þess að mjög margir ungir menn og konur sem hafa venjulega verið að vinna upp á velli fá ekki vinnu og við þurfum að taka þetta fólk í vinnu. Þetta eitthvað sem við kannski vissum af, bjuggumst við og við munum auðvitað fylgjast vel með þessu og sækja aðstoð til ríkisins eins og ríkisstjórnin hefur lofað að koma inn í. Annað stórt mál sem ég vil nefna hérna og sérstaklega þakka Hafþóri Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa, en nú hefur náð samkomulag við Ásbrú fasteignir vegna virkjunar. Það eru breytingar á húsnæði virkjunar upp á Ásbrú, en með þessari samþykkt að þá hefur náð samkomulag við eigendur Ásbrú fasteignir við að leigja áfram hluta
af virkjun sem á flugvallabraut 740 og búið að tryggja fjármagnið að það gangi eftir. Sem mjög jákvæð, það mikið starf þarna upp frá sem okkur þykir vænt og nú búið að tryggja það. Annað sem ég vil nefna hérna síðan annað sérstakt mál Hringbraut 108 sem ég vil kalla Keflavíkurhúsnæðið eða félagsheimili Keflavíkur, að húsið var gefið bandalaginu 1988 og það var ákveðnar kvaðir sem fylgdu þeirri gjöf á sínu tíma. Síðan gaf bandalagið húsnæði til Keflavíkur og þær kvaðir sem voru á húsinu það ekki uppfylltar. Það var meðal annars að það þurfti að leita samþykkis Reykjanesbæjar til að gefa húsið. En með þessari samþykkt að þá það frá gengið, þannig að nú formlega verður Keflavík eigandi húsins og hægt að færa það yfir á nafn Keflavíkur. En þetta hefur tekið aðeins dálítið langa tíma, bara frá 88, en það svona stundum. Fleiri sem vilja taka til máls fundargerð bæjarráðs. Þeir sem geta samþykkt lið 6 innkaupareglur Reykjanesbæjar sérstaklega vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þeir sem geta samþykkt fundargerð bæjarráðs að öðru leyti vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við undir lið 2 í fundargerðinni sem fundargerðir umhverfis- og skipulagsráð frá 17. maí. Og að venju erum við með nokkra liði sem við þurfum að samþykkja sérstaklega. Fyrst þar á borði þriðji liður fundargerðarinnar, Birkiteigur 1, niðurstaða grenndarkynninga. Eitthvað sem vill tjá sig lið 3. Þeir sem geta samþykkt lið 3 vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Svo kemur 4. liður fundargerðarinnar, Brekadalur 67, niðurstaðar úr grenndarkynningu þar. Eitthvað sem vill tjá sig þann lið. Þeir sem geta samþykkt lið 4 vinsamlegast gefið merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 5. liður fundargerðarinnar, Leirdalur 36, fyrirspurn. Enginn sem vill tjá sig þann lið. Þeir sem geta samþykkt 5. lið fundargerðarinnar vinsamlegast gefið merki. Þannig samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 7. liður fundargerðarinnar, Bolafótur deiliskipulagstillaga. Eitthvað sem vill tjá sig 7. lið. Þeir sem geta samþykkt 7. lið vinsamlegast gefið merki. Og hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Næst það 8. liður fundargerðarinnar, Sjávargata 33, Svalir, heitir því skemmtilega nafni. Eitthvað sem vill tjá sig Svalir á Sjávargötu. Þeir sem geta samþykkt þennan lið vinsamlegast gefið merki. Hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. 9. liður fundargerðarinnar, Baugholt 7, stækkun. Eitthvað sem vill tjá sig stækkun. Þeir sem geta samþykkt umræddan lið vinsamlegast gefið merki. Hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Þá gef ég bara orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Ef eitthvað vill tjá sig fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs frá 17. maí. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina að öðru leyti vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá ætlum við að snúa okkur að 3. mál á dagskrá sem fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 3. maí síðastliðnum. Eitthvað sem vill taka til máls undir lið íþrótta- og tómstundaráðs. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að nefna hér nýtt bardagahús í Reykjanesbæ sem var tekið í notkun með formlegum hætti nýverið og ég vil bara óska þessum bardagadeildum og okkur öllum til hamingju með þessa frábæra aðstöðu sem þarna búið að skapa fyrir fjöldan allan af fólki sem hefur áhuga á þessum íþróttum. Þarna hægt að stunda, við sáum þarna
ýmislegt. Eitt og annað sem að maður vildi svo sem ekkert vera að taka þátt í sjálfur en ég dáðist að hæfni þeirra ungmenna sem að þarna sýndu listi sínar fyrir okkur hinn sem að voru komin til þess að skoða þessi húseiginni. Frábær aðstæða mun nýtast okkar fólki mjög vel til framtíðar. Mér langar aðeins að minnast líka á sjöttalið sem er uppbygging íþróttamannvirkja og svæða og þetta er vinna auðvitað sem að er mikilvæg að fari fram og líka lýsa ánægju minni með það að það sé verið að kalla eftir samráði við íbúa forgangsröðun vegna uppbyggingar íþróttamannvirkja. Af því að eins og við vitum þá eru fjármunir takmarkaðir og við verðum að forgangsraða og vonandi leiðir þetta til niðurstöðu sem að mun verða til þess að við getum skapað okkar fólki betri aðstöðu og við verðum á sama tíma sátt við það sem að verið er að gera. Þetta hefur stundum verið þannig að menn hafi ekki alveg verið að horfa fram í tímann þegar að verið að byggja upp íþróttamannvirki og ég held að við höfum tækifæri núna. Við erum búin að sameina þessi sveitarfélög, Keflavík og Njarðvík, þau liggja alveg hlið við hlið og mér finnst mikilvægt að við skoðum það í því ljósi og við nýtum fjármunina sem við höfum til ráðstöfunar eins vel og kostur er. Takk fyrir þetta, Guðbrandur. Einhverju fleiri sem er að tjá sig fundingina? Fríðan Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að taka undir orð Guðbrands og aðeins að bæta því við að þessi rýnivinna sem er í gangi núna er til að festa stefnu sveitarfélagsins til næstu ára inn í fjárhagsáætlun og setja fé á þessa stefnu. En það sem mér langar kannski að segja hérna er að við notum tækifærið bæjarfulltrúar og sendum inn þessuna hugmyndir okkar. Það er einhvað 130-140 aðilar búin að senda inn hugmyndir og sína einn hugmyndir. En ég held að sé mjög mikilvægt að leyfa sér að vera dálítið frjáls í þessu og horfa kannski á hlutina öðru sem við erum vön að gera og til dæmis, eigum við að sameina félög, eigum við að sameina flokka, eigum við að nýta sameiginlegt húsnæði. Hvaða leiði getum við farið? Getum við haft sameiginlega stjórn á íþróttavöllunum, sameiginlegan rekstur. Þetta er misjafnlega gert víða land. Á Akureyri til að mynda hefur verið stanslaust stríð á milli félagana tveggja sem þar eru. Þar hafa menn staðið í uppbygging á 2 stöðum sem hefur reynst gríðarlega erfitt og dýrt og hvorugur staðurinn er að uppfylla þau skilyrði sem þau ætti að gera, knattspyrnuvellir. Til að mynda sér golfklúbburinn á Akureyri allan slátt á öllum íþróttavöllum á Akureyri. Í Mosfellsbæ sér golfvöllurinn slátt á öllum opnum svæðum og öllum íþróttafélögum. Við erum hérna aftur á móti með bæði félögunum vinni sitt hvoru lagi með það. Þetta dýrar varandi tækjakost og rekstur. Nú er ég ekki að tala um þetta þannig að sveitarfélagið taki fé út úr þessu, heldur frekar að styrkja félagsstarfið með þeim sparnaði sem gæti orðið, hugsanlega, af því að vinna saman. Það þurfum við 2 knattspyrnuvelli, er nóg að hafa bara 1 völl sem við spilum leikinn á og hafa síðan góð æfingasvæði. Þá þarf færri stúkur. Það er fullt af möguleikum í þessu sem að móta stefnuna til framtíðar og þora að gera það. Er það betra fyrir börnin okkar að fá íþróttarhreyfinguna til að horfa þess inn á við? Okkur erum við með 3 ráð í sundinu. Við erum með sunddeild Njarðvíkur, sunddeild Keflavíkur, svo IRB. Og IRB hefur ekkert vægi, það er ekki félag. Okkur er ekki bara 1 félag sem heitir Sundfélag Reykjanesbæjar. Það er fullt af hlutu sem við má nota tækifæri til og rýna í og skoða. Okkur er til dæmis Keflavíkur og Njarðvík ekki með samning við
ríkið og fjölbrautaskólanum í Íþróttaakademíuna. Það er engin samningur í gangi. Gríðarlega möguleikar þar. Nemendur í námi á íþróttabrautum, körfubolti, sund, fótbolti. Það er fullt af möguleikum sem íþróttarenginn hefur til þess að endurskapa sjálfan sig. Það veit alltaf að vera eins og þetta var 1970 og ég held stundum íþróttarengi þurfa að horfa þess inn og við á sjálfan sig, að því að þetta eru ekki fyrir félögin, þetta er fyrst og fremst fyrir okkur, fyrir börnin okkar og hvernig ætlum við að ná árangri. Nú er ég ekki að segja við eigum að saman að félögin, ég er ekki að segja það, en lefum okkur að hugsa þetta aðeins. Ef við saman í Keflavík og Njarðvík þá erum við minni en FH í Hafnarfirði. Við erum minni en Breiðablik og við erum svipuð á HK. Það er fullt af möguleikum í þessu og ég held að bæjarfulltrúar þurfa að opna þess huga sinn og endilega að koma þessum hugleiðingum ykkar á framfæri þannig að við getum gert þetta vel og vanda okkur til framtíðar. Næst þegar við förum í fjárhagsáætlanagerðina þá viljum við sjá inn í henni uppbyggingu íþróttamannvirkja af miklum krafti og ef við getum sparað fé með samstarfi í íþróttahreyfingunni þá eigum við að gera það, af því þá er meira eftir til að setja í félagsstarfið. Við vitum það að meistaraflokkarnir allir eru í vandræðum hjá okkur. Við þurfum að finna einhverjar lausnir, en íþróttahreyfingin þarf líka að stíga út úr þægindarammunum og hugsa með sig hvernig getum við kannski gert þetta öðruvísi. Að þetta snýst nú fyrst og fremst börnin okkar. Þannig er nú bara málið. Ég er ekki að leggja til einhvern tíman að bæjarstjórn Reykjanesbæjar beiti einhverju ofurvaldi í gagnvart hreyfingunni, þetta eru sjálfstæð félög. En saman getum við skapað kannski svigrúm og möguleika til að gera betur en við höfum gert. Það er áhugavert þegar við skoðum Vestmannaeyjar sem dæmi. Þar var að sveitarstjórnin sem steig á bremsun og sagði annarkvort spiliði saman í meistaraflokkunum eða við hættum að styðja ykkur. Stundum þurfum við að stíga fast á vegna þess að þetta eru skattpeningar sem við ætlum að leggja fram í uppbyggingu íþróttamannvirkja og við viljum gera það í samvinnu við íbúana og íþróttarhreyfinguna en á endanum er það ákvörðun ykkar sem verður ofan á. Hvort sem að einhverjum öðrum líka það eða ekki, þá er það ábyrgð ykkar í bæjarstjórn, taka ákvörðuna fyrir alla. Takk fyrir þetta, Friðjón. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Já, mig langar að koma hérna til lið 4 í fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs. Eða kannski liður 3, hérna nýtt bardagahús. Mig langar bara að óska öllum til hamingju með nýtt bardagahús. Það var virkilega gaman að fara á opnuhátíðina og bara gaman að sjá hversu mörg börn eru að æfa þarna og fjölbreytnin í íþróttunum. Það er ótrúleg fjölbreytni í íþróttum í Reykjanesbæ og við megum vera stolt af því að börnin hafa gott val og góð aðstaða, mjög flott. En liður 3 hérna út að leika, málþingum frjálsan leik barna. Ég vil þakka Hilmu Björnsdóttur, fulltrúa fjölmenningamála fyrir að koma þessu af stað. Ég fór á þennan fyrirlestur og var mjög áhugaverður og það var kannski svona vakti mína hugsun var eftir fyrirlesturinn að fólk myndi kannski hugsa þurftum við að fá mann frá Ástralíu til að segja okkur að fara með börnin út að leika. Það verður kannski einhverju hissa á því. Þurftum við að fá mann allarleið frá Ástralíu til að kenna okkur að fara út að leika með krakkana. En það var kannski ekki alveg það sem var pointið með fyrirlesturinn. Heldur er maðurinn að fara á milli landa, að benda á það að samfélagið og nútíminn hann er svo gerbreyttur síðan við vorum alast upp og börnin okkar í dag eru að verja tíma sínum mikið í skjám, bara bæði í skóla og heima hjá sér og jafnvel með vinunum inn í herbyggjum og hann var bara að benda okkur á það að hversu mikilvægt það er að það er á okkar ábyrgð, okkar foreldrana, ömmur, afar, allir að koma börnunum út að leika. Það er miklu mikilvægara heldur en margt annað því að hann var bara að benda á ótrúlega staðreyndir sem hefur áhrif á börnin og hvernig þau þroskast og hvað áhrif þetta hefur á þeirra framtíð. Það er bara virkilega gott að fá svona smá spark í rassinn þótt að þetta hefði verið maður sem kom allarleið frá Ástralíu. Og við hérna í Reykjanesbæ, við getum
bara verið duglega að deila og miðla góðum og skemmtilegum svæðum til þess að fara út að leika. Það er nóg af þeim hér. En mér langar að nefna eitt líka hérna 7. mál, uppbygging íþróttamannvirkja og svæða. Ég vil bara hvetja alla sem að hafa komið að íþróttum og eru að koma að með einhverjum hætti að íþróttum í Reykjanesbæ. Ég bara hvetja alla til að senda inn sína eigin hugmyndir. Það er mikil umræða þetta. Hvort sem það er Njarðvík, Keflavík, Reykjanesbæ, hvað við viljum kalla þetta. Það er gríðarleg umræða og það hafa allir einhverja skoðanir. Hvar á að byggja upp hvað? Hvort sem það snýr að knattspyrnu, körfubolta eða einhver öðru. Það er mikilvægt að fá að heyra sjónum með annara. Það er ekki gott að segja að einhverju nokkrir einstaklingar takja ákvörðun hvort eiga að byggja gervigrasvöll eða hvort eiga að byggja glænýtt körfuboltahús eða hvar það á að vera. Það er ekki bara það hvort eiga að byggja það, heldur hvar á það að vera. Hvar á byggingin að koma í þessum langa og stóra bæ. Þannig ég vil bara hvetja alla til að senda inn sína hugmyndir. En það snýst líka fyrst og fremst það að koma öllum börnum í íþróttir. Þá þurfum við að hugsa hvernig við komum öllum börnum í grunnskólanum okkar, öllum 6 grunnskólanum, hvernig komum við þeim öllum í íþróttir og tómstundir. Það finnst mér að vera svona lykilmarkmiði. En auðvitað þurfum við að hugsa til framtíðar og það er löngu komið tími á að bara byggja meira í kringum íþróttir. Takk. Takk Anna Sigríður. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Ég kem hingað upp vegna þessara fundagerðar íþrótta- og tómstundaráðs almennt fyrst. Þarna finnst mér berlega að koma í ljós að þegar þið horfið á fundagerðina og ég hef verið að rýna í fundagerðar aftur í tíman vegna vinnu sem hefur verið við stefnumótunina, þá hafa menn verið að tala kannski að íþrótta- og tómstundaráð að þar sé mikið eru menn með hagsmuni íþróttafélagana mjög mikið. Ég held að við ættum að rýna bara vel í gegnum fundagerðirnar og skoða hversu mikill fjölbreytileiki í starfi hér í Reykjanesbæ. Og mér langar sérstaklega að nefna Hafþór Barða Birgisson, íþrótta- og tómstundafulltrúa, sem að algjörlega ótrúlegur af því að hún nefndi Hilmu áðan, að þá langar mig að nefna hann vegna þess að þetta út að leika eða öll þessi fjölbreytni, þessir fyrirlesara sem voru á þessari ráðstefnu, þetta var algjörlega frábært að fylgjast með því og fylgjast með því starfi sem að hefur verið í mörg ár í kringum þetta og það ber að þakka það. Það sem að við þurfum líka að horfa til, ef við horfum á 3. lið, nýtt bardagahús í Reykjanesbæ, þá fórum við þarna og vorum við opnunina, þá sjáum við það sem að gleymist allt og oft. Það hvað það gríðarlegur fjöldi að sjálfboðaliðum í sveitarfélaginu ennþá sem að bara alla daga að berjast og berjast í fjármálum og fleira í kringum þessa starfsemi. Við höfum aldrei getað rekið svona öflugt íþróttastarf og tómstundastarf í bænum ef það væri ekki fyrir alla þessa sjálfboðaliða. Og þá kem ég að uppbygging íþróttamannvirkja og svæða. Ég átta mig ekki alveg á, erum við að tala um uppbyggingu íþróttamannvirkja og svæða? Mér líst bara nokkuð vel á, búin að vera bæði í stjórn hjá Njarðvík og Keflavík íþróttafélögum, að það verði miklu meiri samvinna, algjörlega. Og í sumum íþróttafélögum að menn fara að saminast, algjörlega, og það er bara fínt. En þá segi ég það sem Margrét Sanders. Þá segi ég það ekki sem bæjarfulltrúi. Og Guð forði okkur frá því að bærinn ætla með valdboðsleiðinni að beina priki að einhverjum og segja þeim að saminast. Og það væri svolítið forvitnilegt að Styrmir Gauti Fjellsteð myndi koma fulltrúi Samfylkingarinnar og flokksbróðir Friðjóns, hvort að hann deili þeirri skoðun með háttvirtum bæjarfulltrúa Friðjón Einarsssyni að bærinn eigi að koma að og slá priki í loftið og segja saminist. Ég ætla að segja eitthvað sem betur verið aðeins að vanda og hætta þessu blóti. En það sem að mér finnst skipta máli þarna sem að mér fannst mjög gott í ræðu Friðjóns Einarssonar
er að horfa til framtíðar, horfa til samstarfs, horfa á hvar ætlum við að staðsetja þessi íþróttamannvirki. En að hverju er ekki bara bærinn líka ákveða að fækka flokkum? Ef við ekki bara sameina miðflokkin og samfylkinguna? Rosalega væri það gott að við erum ekki með alltaf þessa flokka, það er bara vitleysa. Sko þetta gengur ekkert svona í frjálsum félagasamtökum, að menn séu bara sameina með einhverju valdboði frá bænum. Ég bara átta mikið á því. En þessi vinna hjá Capacent, og ég vil fagna því ef að meiri hlutinn er núna að tala að þeir ætla að spýta vel í uppbyggingu íþróttamannvirkja. Ég fagna því, samkvæmt þessari ræðu áðan. Og við erum að tala uppbyggingu íþróttamannvirkjasvæða, við erum ekki að ræða það og það getur bara verið olía á eld ef að við ætlum að fara að hafa bara sem bæjarfulltrúar, ætlum að fara að tróða því í íþróttafélagar og þau að samnast. Takk. Takk fyrir það, Margrét. Gunnar Þórarins, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Þetta var athyglisverð ræða sem að Friðjón hélt hérna áðan íþróttastarfsemina. Það er nú þannig að ég hef nú fylgst með íþróttum í áratugi og verið þar virkur og er ennþá og fylgist mjög vel með. Og hvað varðar rekstur þessara félaga, þá er eins og gengur að stundum þurfa menn að ganga fram úr sér og gera hluti sem að þýðir það að það verður taprekstur á rekstrinum sem að þarf einhvern veginn að bæta. Þetta er bara gangur lífsins. Það er greinilegt að það er samkeppni í öllu hérna á Íslandi og í íþróttum líka. Það er keppni leikmenn og svo framvegis. Við stöndum frammi fyrir því hins vegar að bæta stöðu íþróttafélagana og þar brennur heitast allavega á mér að fá aðstöðu fyrir bæði körfuknattleiksdeildin og knattspyrnudeildin í Njarðvík. Einfaldlega vegna þess að aðstæðan er löngu sprungin utan að sér. Það er augljóst til dæmis með körfuboltann, við sem sáum úrslitaleik í körfubolta í bikarkeppninni inn í Laugardalsvöll. Þar voru staddir að horfa á leikinn KR Stjörnuna og Njarðvík. Fylltu stúkuna, það er svona það bil 15 sinnum meira heldur en kemst inn í Njarðvíkurshúsið. Bara svo að við áttum okkur á stöðunni. Og það má gera ráð fyrir því að talsverður fjöldi veigri sér við að fara að horfa á leiki inn í Njarðvík. Það er bara þannig, því miður. Það er enga síður þannig að allar deildir Njarðvíkur í íþróttum er að skila hagnaði. Það er afgangur, tekjuafgangur hjá öllum deildunum eins og það leggja sig. Þannig að ég get ekki sagt annað en að það er bara góð frammistaða. Þetta byggist auðvitað á því að það er fullt af fólki sem að tekur þátt í þessu. Er að bjóða vinnu sína fram án þess að fá nokkuð fyrir, annað en ánægina þetta. Oft er þetta foreldrar sem fylgja börnum sín og vilja í raun og veru taka þátt í þessu með einhverjum hætti. En oft bara fólk sem hefur áhuga á íþróttum. Ég finnst fráleitt að fara að sameina sérstaklega knattspyrnuna á körfuboltann. Fráleitt. Það er einfaldlega þannig að það mun bitna á starfseminni. Það mun þýða það að mjög margir hverfa frá þessu starfi. Það er alveg öruggt. Og það mun minnka áhuga fólks á því að taka þátt í þessu. Og það bitnar á börnunum. Að gera það alveg örugglega.
Það er sama á auðvitað við knattspyrnudeildina. Þar stöndum við frammi fyrir því að vallarhúsið er ónýtt. Það er bara ónýtt. Enda var gert ráð fyrir því að það er aðeins notað í 1 ár og þá færi fram byggingar á nýju íþróttavallarhúsi. Það hefur ekki gerst öll þessi ár sem að þetta átt að gerast. Sem það eru það bil, 10 ár síðan. Þannig að ég er satt að segja mjög hissa á því að menn skuli ekki bara einbeita sér að því sem að liggur fyrir. Það er búið að hanna hús. Deildirnar í Njarðvík eru búin að hanna hús sem á að passa inn á afreiðsbrautina og ég get ekki séð annað en að það væri bara gæfulegt að þeir fengi að taka þátt í því að byggja þetta upp, stjórnirnar þar, og ég er viss að mjög margir getur komið að því án þess að taka pening fyrir eða jafnvel að styrkja það. Þannig að mér finnst menn með hugmyndur það að sameina félögin vera á villigötum. Þetta Gunnar, fleiri sem vilja taka til máls, Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég vissi það náttúrulega að það myndi rísa upp nokkri aðilar í bæjarstjórn þegar ég talaði svona opinskátt eins og ég gerði áðan, en ég ætla að ítreka aftur sem ég sagði að félögin þurfa að horfa hans í eigin barm. Ég sagði ekki að þeir ætti að sameinast, ég tók dæmi að sveitarfélög hafa látið eða beint þeim til íþróttafélag að sameinast. Ég sagði ekki að það ætti að gera. Ég eins og bæjarfulltrúi Gunnar og bæjarfulltrúi Margrét Sandes hef starfað lengi í íþróttahreyfingunni, bæði sem formaður nokkra félaga og sem þjálfari og sem stjórnarmaður og veit hvað þetta getur verið erfitt en gefandi og skemmtilegt. En það er alveg dæmigert þegar maður biður menn að hugsa hans út fyrir ramman að þá kemur bæjarfulltrúi Njarðvíkur og tala bara Njarðvík og íþróttafélagið Njarðvík hvað að gera fyrir Njarðvík. Og svo kemur bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og talar það að eitthvað ofbeldi sveitarfélagsins í stefnumótun eða sameiningu félaga. Menn kjósa á þessum góðu tímum þar sem við erum að í fyrsta skipti í sögu Reykjanesbæjar að búa til fjárhagsáætlun til 4 ára þar sem við leggjum niður nákvæmlega framkvæmdir íþróttamannvirkjum, pening á bakviða til að skila einhverju niðurstöðu. Það har ekki verið gert áður. Við erum ennþá sitjandi með samninga við íþróttahreyfinguna sem ekki hefur verið staðið við eins og Gunnar nefndi. Því miður var samþykkt fullt að samkomulagi við íþróttahreyfinguna við byggingu mannvirkja, meðal annars fyrir félagið Njarðvík og líka við Keflavík sem ekki hefur staðið við. Það var gert í tíð fyrri bæjarstjórna. Við vinnum ekki svoleiðis. Og það ættu þau að vita, það var samið þessar stjórnir, hreint út. Það er fullt af vitleysum sem bæjarstjórn hefur gert í íþróttamálum hingað til og við ætlum að reyna að laga það að vinna. Og þess vegna er ég að biðja menn, hvort sem það eru fulltrúar íþróttafélagi bæjarstjórn eða að það séu bæjarfulltrúar eða sjálfstæðir einstaklingar sem þora að hafa skoðun á málunum. Sundfélagið, 3 stjórnir, keppt undir nafni IRB, sem er ekki félag. 5 sundlaugar, ekkert sundfélag á Íslandi hefur eins góð aðstöðu. Ekkert. 5 sundlaugar. 200 krakkar. Elsti sennilega sem æfir hjá þeim er 20, er hægt að vera 20, flestir eru undir 16 ára aldri. Langflestir. Körfubolti. 450 mann sem æfa reglulega körfubolta. Þar eru 5 íþróttahús eftir klukkan 2 á daginn. 5 íþróttahús. Áður fyrr voru þessi íþróttahús til staðar, en þá var fótboltinn inn í þeim og ýmislegt annað. Nú nánast hafa þau þetta fyrir sig sjálft. Íþróttahreyfingin. Og það er frábært. Og það er verið að byggja núna nýtt íþróttahús inn í Stapaskóla, sem er 7. húsið, og nú vilja menn körfuboltahús á Árnesbrautina. 7 hús fyrir 490 manns. Það er milljarður í íþróttahúsið inn í Stapaskóla og annar milljarður í Árnesbrautina.
Það er svo auðvelt að koma hérna upp og segja að segja okkur hvað þeir telja íþróttahreyfingin vilji. Ég segi aftur á móti, vinnum með hreyfingunni, komum með nýja lausnir í þessu málum, við þurfum að gera það, rýnum í þetta, þorum að hafa skoðun. Skoðið í stefnuhóttum félagana. Hvað er þetta fjármunir sem liggja þar á baku sem á að byggja? Skoðið teikningarnar sem við erum búin að sjá. Þetta eru fleiri milljarðar sem við þurfum að leggja í. Býtu, hver á að borga það? Skattborgara? Við sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn að skattborgara borgi alla milljarðan fyrir íþróttahúsin. Hver á að gera? Ég er aftur á móti á þeirri skoðun að við erum að vinna saman hreyfingunni og finna lausnir, gera hagkvæmar, þannig að við getum uppfyllt kröfu félagana, stutt unga fólkið og gert þetta vel og vandlega. Ekki með einhverjum svona populisma að stíga hérna upp og ásaka fulltrúa Samfylkingarinn í bæjarstjórn að velja þvingja íþróttahreyfinguna. Það er bara hártónir. Það er allt annað en ég sagði. En það er kannski svona, þegar gengur vel í rekstri sveitarfélagsins og gengur vel almennt, þá finna menn eitthvað til þess að vera pirraðar út í. Það er svo fátt sem þeir geta fundið. Ég hvet þessa bæjarfulltrúa frekar að koma með lausnir, aðrar en að fara í vasa skattborgara og borga. Koma með einhver aðra lausnir. Takk fyrir þetta, Friðjón. Gunnar Þórarins, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Þetta var athyglisverð ræða. Bara fyrst út af sundlögunum, þá hef ég nú ekki tölu á þeim, en við vorum á síðasta bæjarfund að samþykkja nýja sundlaug, enn eina sundlaugina, að tillögu meirihlutans. Ef að Friðjón er að tala um það að breyta þessu og spara peninga, þá hefur við kannski ekki átt að samþykkja þetta. Bara augljóst. Það er greinilega komið allt of mikið að sundlaugum hérna. En okkur vantar íþróttahús, einfaldlega vegna þess að áhorfendur sem að sækja leiki, sem að Njarðvík leikur, að þeir fá ekki tækifæri til að fylgjast með þessu. Og þar með styðja við bakið á íþróttafélaginu. Ég get ekki séð að það sé nein fyrirstaða fyrir því ef að til dæmis Njarðvík ungmennafélag myndi hreinlega bara óska eftir því að fá að byggja þetta hús með einhverjum stuðningi Reykjanesbæjar. En ég sé það alveg fyrir mér að það geti gerst. Og þau geti þá með einhverjum hætti haft tekjur af húsinu. Allavegana verða menn að vera opni fyrir ýmsu, eins og Friðjón sagði, menn verða að opna hugsin og gera sér grein fyrir hvað hægt er að gera. Ég er alveg tilbúin að styðja við bakið á Keflavík, ekki síður heldur en Njarðvík, bara endilega. Það má ekki taka orðið mín þannig. Ég er stuðningsmaður íþrótta og mun verða það áfram og ég er til í að taka þátt í uppbyggingu þar. Takk fyrir þetta, Gunnar. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Aðeins að blanda mér í þessa umræðu sem er undir mörgum liðum. Maður farið hérna víða völl, tala um íþróttamálin og við Friðjón höfum verið á sikkvorum kantinum, sikkvoru hlutverkinu hérna í bæjarstjórn.
og ég heyrði aðra ræður þegar ég var í meiri hlutanum sko. Þá var það til háboruna skammar hvað illa var gert við íþróttafélögin. Svona mjög reglulega minnst á það. Athyglisvert byrjaði sína ræðu hérna áðan að tala að ekkert hafi verið gert af fyrir meirihluta í þessum íþróttamannvirkjum. Fór síðan að tala öll íþróttamannvirki sem væri til staðar og væru fyrir íþróttafélögin og bara væru nokkuð vel sett, heyrðist mér. Þannig að ég er svona að reyna að ná utan um það, hvort er hann að meina að það hafi ekkert verið gert eða það hafi verið full nóg gert. En hann byrjaði náttúrulega þessa ræðu með þessa umræðu með því að minnast á einmitt önnur sveitarfélög, hvernig þau hafa beitt sér fyrir því að íþróttafélögin sameinist. Og þetta hefur verið reynt á Akureyri, í Vestmannaeyjum og ég veit ekki með Kópavog, nefnir Hafnarfjörð sem FH og Haukar eru. Og það er ótal dæmi hvernig þetta er leyst. Það er gert með alls konar samvinnu og sameiningum og hefur tekist afar illa stundum og bara ágætlega á hinn veginn. En við erum bara að tala þessi íþróttafélög sem við erum að glíma við. Keflavík, Njarðvík og Hafnir, ef að einhverjir á áhuga að fara í hafnabolta til dæmis, stofna nýtt félag. En þetta eru félög sem hafa mikla sögu, eru með ágætis aðstöðu og er mikill uppgangur í mörgum deildum og menn eru allir að horfa svona fram á við. Hvernig verður þetta á næstu árum? Hvernig viljum við hafa þetta? Og við erum alltaf að tala fyrir því, ekki að vera bara að gera eitthvað, heldur vinna þetta mjög vel með íþróttafélögunum. Ég held að öll þessi vinna sem að nú fer fram einmitt í íþrótta- og tómstundaráði og hjá íþróttafélögunum og þessi umræða sem að hefur verið hér sé að færa það í þá veru. Ef við getum aðeins stíu upp úr þessum gömlu skotgröfum sem að eru ekkert að færa okkur neitt, þá getum við alveg rætt þetta með íþróttafélögunum, heyra þeirra sjónarmið og vinna úr því. Það er líka, við viljum náttúrulega alveg klárt að við mun missa öll bönd á þessu ef að við bara sendum íþróttafélaginu á stað og segjum hvað viljið þið og skrifum bara undir það. Það náttúrulega er ekki heldur það sem við erum að tala um. En við verðum að gera þetta í samvinnu við íþróttafélagin. Ekki að svona ýta þeim í einhverja átt sem kannski þau vilja ekkert fara. Ef þau vilja ekkert sameinast, þá er óþarfi fyrir okkur að vera að berja höfðinu við þann stein og þvinga það í gegn. Ég held að það sé ekki það sem að Friðjón er að tala um, sko. Þess vegna eigum við alveg að geta svona slíðra sverðin eða við getum líka heist á morgun upp í bardagahúsi og tekið eitt hring og klára þetta. En vinnum bara saman að þessu. Fleiri sem vil taka til máls undir íþrótta- og tómstundasviði. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti. Já, það er sitt sýnis hverjum í þessu máli og greinilegt að svona mál getur haft
eða komið á stað umróti hjá fólki. Það er auðvitað bara skiljanlegt, þetta er mörgum hjartarsmál og þó að ég stundi ekki íþrótti þá var ég komin niður á fótboltavöll 7 ára og komin í KFK og tók þátt í hlaupum þegar það var til hlaupabraut hérna og svona, handbolta og þannig að hérna, sem íbúi í sveitafélaginu hef ég getað skilið og séð að þetta hefur komið að miklu gagni fyrir fólk og börn og ég skil það vel að við þurfum að hafa fyrirmyndir í þessu samfélagi. Þess vegna er nauðsynlegt að okkar besta fólk hafi aðstöðu til að æfa og ná árangri sem það getur hvatt aðra og börn til þess að stefna henni saman. Spurningin er auðvitað bara hvernig gerum við þetta. Við erum auðvitað í þeirri stöðu að mannvirkin okkar eru í mörg hver í hálfgerðu lamasessi. Fótboltavöllurinn í Njarðvík er handónýtur og stúkan í Keflavík er líka handónýt. Og þá var það spurningin eigum við að byggja stúku í Keflavík og sameinast í Keflavíkurvöllin. Þannig getum við sparað fjárpeninga. Það er ekkit rosalega stórt áhorfendarstúka í Keflavík, í íþróttahúsinu þar. Eigum við þá að byggja almennilega körfuboltahöll í Njarðvík sem að bæði félögin geta nýtt sér. Þetta eru bara vangaveltur sem að mér finnst það bara eðlilegar og sjálfsagðar að menn fari í. Ég heyrði það aldrei að bæjarfulltrúi Friðjón hafi sagt það hér að hann teldi eðlilegt að sameina íþróttafélaginu heldur nefndan sveitafélag þar sem að það hefði átt sér stað. En ég held að það sé nauðsynlegt okkur og þess að við séum eitthvað að fara í það að krefjast þess að íþróttafélagi sameinist að skoða möguleika sem við höfum á uppbyggingu aðstöðu fyrir íþróttafólk. Og mér langar kannski bara núna að hrósa fyrrverandi bæjarstjóra Árna Sigfússyni fyrir það á sínu tíma, fyrir þá framsækni sem að hann sýndi þegar hann lét hanna sameiginlegt íþróttasvæði fyrir ofan Reykjaneshöll fyrir knattspyrnu. En ég vil líka á sama tíma gagnrýna fyrir það að hafa fallið frá því og látið undan þrýstingi sem kom frá Keflavík. Og menn fóru því síðan í að endurbyggja fótboltavöllin í Keflavík. Og mér finnst ekkert óeðlilegt að núna þegar við stöndum frammi fyrir því að vera með bæði aðstöðuna fyrir fótboltann í Keflavík og aðstöðuna fyrir fótboltann í Njarðvík, að við skoðum það, hvort að það sé rétt, að keppnisaðstaða þessara íþróttafélaga verði sameiginleg. Menn geta svo æft á það sem þið vilja eða hvað sem þið vilja, en að keppnisaðstaða til framtíðar verði sameiginleg. Mér finnst líka ekkert óeðlilegt að það sé skoðuð sameiginleg keppnisaðstaða í körfubolta fyrir Keflavík og Njarðvík. Ef að menn eru að fara að byggja við afreiksbrautina, þá þarf maður að taka nokkuð skref og maður komið yfir Keflavík. Fyrrverandi formaður Njarðvíkur lýsti þeirri skoðu sinni að hann teldi eðlilegt að byggja upp aðstöðuna inn í innri Njarðvík. Þá við þennan skóla sem við erum að byggja þar. En sú hugmynd var skotin í kaf. Og ég hef bara velti fyrir mér af hverju. Náði þetta bara til ytri Njarðvíkur, ekki inn í innri Njarðvík, var bara verið að hugsa ytri Njarðvík. Hefði verið hagkvæmt að stækka bara íþróttaaðstöðuna sem að núna er fyrirhuguð inn í innri Njarðvík og koma framtíðar aðstöðu Njarðvíkingana fyrir þar? Kannski, ég veit það ekki. Þess vegna finnst mér bara ánægjulegt að
þessi rýnivinna sé í gangi. Það er engin niðurstaða í henni og við höfum auðvitað bara að vera opin og tilbúin til uppbyggilegra samræna í málinu á þess að við séum eitthvað að reyna að fara í einhverja morfískefni þetta, hvernig þetta sé og hvernig þetta eigi að vera. Takk fyrir þetta Guðbrandur og Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Góð ræða framan af Guðbrandur Einarsson, virkilega. Og það er akkurat þessi yfirvegun sem ég vil sjá og samvinna við íþróttafélög. Og ekki reyna að segja að maður sé á móti því að félögin vinni saman eða fari saminuð í mót eða hvað sem er. En það sem að ég er að leggja áherslu á og ég vil ítreka það hérna ef að það er einhvað verið að túlka þetta á einhvern annan hátt, þá er það ekki mín bæjarfulltrúans Margrétar Ólafar Albertsdóttur Sanders að ákveða þetta, frekar Margrét Ólöf Albertsdóttur Sanders sem að hefur í stjórnun Njarðvíkur og Keflavíkur og þeim vettvangi kem ég sem einstaklingur. Það er það sem að mér finnst erfitt í þessari umræðu að blanda þessu saman. Og það er það sem að ég túlkaði, ég ætla að hlusta aftur á ræðu Friðjóns. Ég ætla að algjörlega skilda þannig og fannst hann vera í að þessu. En aftur, það sem að við skulum gera, vöndum okkur að því að við heyrum að þetta er viðkvæmt, vöndum okkur þau fyrir þessa vinnu, vinnum með íþróttafélagunum, vinnum með bæjarbúum og mér langar að nefna varðandi Hlíðarhverfið nýja, að þar er fyrirhugaður grunnskóli, þannig að það er verið að huga því að byggja íþróttaaðstöðu þar og það er það sem að Njarðvíkingarnir hafa væntanlega verið að benda á varðandi afreksbrautina. Af því að ef við erum raunsæ, af því að við erum búin að tala hérna milljarðana sem þetta kostar pening, þá er það þannig að þessi uppbygging verður hvorki fugl né fiskur nema eða gerist mjög seint allavega, nema við tengjum þetta skólana. Að lokum, ef við horfum á fótboltana, því að það var sérstaklega að tala um knattspyrnuvelli, að það var bara gott að nefna stúkuna til dæmis í Keflavík og íþróttavallahúsið í Njarðvík og þarna erum við með aðstöð sem er til háboruna skammar og við vitum það öll. Þarna þurfa íþróttafélögin kannski að staldra við saman og það getur vel verið að við gerum það. En við erum að borða fíl, við ætlum að taka litla biti í einu, við ætlum að forgangsraða í samvinnu við félögin í bænum og við verðum að gera það líka í samvinnu við bæjarbúum. Takk fyrir þetta Margrét. Styrmir Gauti, kjörsver. Virðulegur forseti og bæjarfulltrúar, til að svara spurningu bæjarfulltrúar Margrétar Sanders þá svari nei. Finnst ég ekki að taka þessa ákvörðun hvort deildin er að sameinast. En að samanskapi þá heyrist mér Friðjón Einingus vera að nefna það að til væri dæmi þess eðlis að bæjarvöld annar staðar tæki svona ákvarðanir, rétt eins og hann kom inn á. Ekki að það væri hans skoðun. En ég vil hrósa því að setja það upp fyrir þessi íbúagátt varðandi uppbyggingu framtíðar íþróttamannvirkja og einnig hrós til íbúa að taka svo virkan þátt í þessu með okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Styrmir. Halldóra Fríða, kjörsvel. Það er mjög mikilvægt að vera málefnalega og ræða hér saman án þess að vera hagsmuni einhverja ákveðna félaga sem við gætum tengst á einhvern beinan og óbeinan hátt. En ég sem íþróttamanneski er mjög spennt fyrir þessari uppbyggingu sem ræðir hér og veit að margar hugmyndir munu koma upp á yfirborði sem við þurfum að vinna að í samvinnu við íþróttahreyfinguna. Og ég verð að segja að ég hlakka mikið til þessara vinnu sem framundan er. Og það verður mjög fróðlegt að heyra hvað kemur út úr ábendingagáttinni, en mér langar að benda kannski eins og Önnu Sigríði á að því hún var að hvetja okkur til að senda ábendingar að gáttinni var loka 15. maí. Takk.
fleiri? Jæja. Þetta er alltaf líflegar umræður, hvað var að Keflavík og Njarðvík og jafn skemmtilegar og þær geta verið langar. Ég vil aðeins, forseti vil taka til máls undir önnur mál. Það voru haldin hérna stórt blakmót, ætlaði ég að segja, ekki blekmót, og júdómót og sá maður bæinn fullan af alls konar íþróttafólki og fór víst mjög skemmtilega fram, heyrði ég. Ég vil einnig óska júdódeildinni til hamingju með frábæran árangur á Norðurlandamótinu sem var í Finnlandi á dögunum þar sem þau unnu gull, silfur og brons í mjög erfiðri keppni skildist mér. Þannig að við eigum alveg framúrskarandi íþróttafólk greinilega á flestum eða öllum sviðum. Nú, þeir sem geta samþykkt fundargerð íþrótt- og tómstundaráðs frá 3. maí síðastliðnum vinsælega skjafamerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við næst fyrir fundargerð menningarráðs frá 10. maí. Er eitthvað sem vill tjá sig fundargerð menningarráðs? Styrmir Gauti, Guðsveig. Virðulegur forseti og bæjarfulltrúar, ég kem undir lið 4 sem listahátíð barna. En ég vil létt eins og ráðið þakka öllum þeim sem kom með undirbúningu og framkvæmd listahátíðar barna. Ég sjálfur hef verið svo heppinn að vinna á leikskóla og taka þátt í þessu með börnunum í nokkuð skipti. Gleðin sem fylgir þessi hátíð er alltaf mikil. Allt frá því að útbúa listaverkið yfir í rútuferð með leikskólanum sjálfum, að skoða verkin sín. Og svo vonandi heimsóknir með fjölskyldumiðlunum utan skólatíma. Svo bara hjartans þakkir til alla þeirra sem að þessu komu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Styrmir. Friðjón, stóðum með hendi lofti? Nei? Ok. Fleiri sem vilja taka til máls fundargerð menningarráðs. Þeir sem geta samþykkt fundargerð menningarráðs vinsælega skjafamerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst tökum við fyrir síðasta lið í fundinum okkar. Það er fundargerð velferðarráðs frá 10. maí síðastliðnum. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Forseti. Mér langar aðeins að koma inn á 4. mál fyrst, þróun framlaga jöfnunarsjóðs til málefna fatlaðra, en undanfarin ár hefur sveitarfélagið þurft að greiða umtalsverðar upphæðir með málaflokknum, en á síðasta ári voru útsvarstekjur og jöfnunarframlög nær raunkostnaði og því viljum við fagna. Gjöld umfram tekjur hafa verið yfir 100 milljónir frá árinu 2014, en hallinn á síðasta ári var innan við 10 milljónir. Og vonandi er það vísbendingum að við verðum á réttum megin við 0 á næstu árum. Mér langar einnig að ræða þess 7. mál, þar sem fleiri jákvæðar fréttir berast, en nú liggja fyrir drög að samningi á milli heilbrigðisráðuneytisins og Reykjanesbæjar byggingu nýs hjúkrunarheimilis. Og við bíðum bara spennt eftir framhaldinu og vonum að samningurinn verði undirritaður á næstunni og hægt verði að hefjast handar því þörfin er svo sannarlega til staðar. Hver er það Halldóra Fríða? Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég hnaut aðeins þriðja lið í fundargerðinni þar sem að það stendur umsókn stofnframlag 2019, Skógabraut 926 til 929, lagt fram til kynninga var síðan afgreiðslan. Það er eitthvað sem er öfugt í þessari bókun. Ef maður skoðar þetta þá það er einhver umsókn á bakvið þetta, sem það verið að leggja eitthvað fram, leggja fram umsókn, þannig að ef einhver er með svör við þessu, hvernig afgreiðsla þetta er lagt fram til kynningar, var þessu hafnað á að taka þetta fyrir seinna eða hvað stendur til? Takk fyrir það, Baldur Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel.
Virðulegur forseti, aðeins vegna þessa máls númer 3, þá er það þannig að ef að óskað er eftir stofnframlögum í samræmi við lög um almennar íbúðir, þá ber að láta velferðarsvið hvers sveitarfélags skoða það með tilliti til þeirra þarfar sem er í samfélaginu. Þá er líka verið að horfa til uppbyggingar á félagslegu húsnæði og þess háttar. En kannski bara til að segja frá því núna, þá er það að ræða að þetta er húsnæði sem nú þegar er í notkun. Þetta eru íbúðir sem eru í fullri leigu, full fjármagnaðar af Íbúðalánasjóði í eigu fasteignafélag sem er að selja þessar íbúðir út úr þessu fasteignafélagi til 2 einstaklinga sem hafa rætt við sveitarfélagi að fá stofnframlög frá sveitarfélaginu og samkvæmt umsókninni eru þetta 70 og eitthvað íbúðir, 72 íbúðir held ég. Og það myndi þýða stofnframlög upp á 189 milljónir pluss 4% viðhalds óskar sem myndi þá gera sirka 250 milljónir í stofnframlög. Það erindi muni auðvitað bara koma til bæjarráðs. Þannig að velferðarsviðið er auðvitað umsagnaraðili í því og muni auðvitað veita okkur umsögn þörfina. Og þarna eru uppi alls konar sjónarmið. Hvort að rétt sé að setja 250 milljónir í stofnframlög eða byggja bara íbúðir fyrir 250 milljónir. Þetta er eitthvað sem við þurfum bara að velta fyrir okkur í framhaldinu en málið er bara ekki komið á þann stað að hægt hafi verið að fjalla það inn í bæjarráði. Pálmar Guðmundsson sem hefur verið, ég þekki nú ekki alveg titilinn á honum en hann er ekki formaður eða framkvæmdastjóri rekstrarstjóri þessa fasteignafélags. Já, hann hefur verið að skoða þetta og mun leggja fyrir bæjarráð einhverja punkta málið í framhaldinu. Takk fyrir það, Guðbrandur. Margrét Sanders. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Hann lætur nú að mér, Baldur, að það hefði kannski verið ágætt að bóka í þessa veru þá í fundargerðinni. En þetta kemur sem sagt í bæjarráðs og við erum alveg róleg. En ástæðan fyrir að ég kem hérna upp, það er út af 4. lið, þróun framlaga jöfnunarsjóðs til málefna fatlaðra á velferðarsviði. Og þarna trufla mig, fyrirgefið, ég hef kannski unnið allt og lengi með endurskoðendum, en það trufla mig mjög mikið að það skuli ekki vera í ársreikningnum okkar allt framlag jöfnunarsjóðsins í ár. Af því að jöfnunarsjóður var ekki búin að borga okkur ykkur 200 milljónir og þá er það beðið með það fram yfir áramót. Svo erum við að horfa á tölur aftur í tíman til 2011-2018, skoða þróunina og hvernig er þá velferðarráð að stemma sig af? Hvernig er þróunin? Hvert er framlagið? Hvar lenda þessar 200 milljónir? Lenda þá sem sagt, þegar við erum að fara yfir þetta hjá velferðarráði, lendir þessi uppæð þá á 2018 eða lendir hún á 2019? Í ársreikningi er framlag jöfnunarsjóðs til málefna fatlaðra, þessar 200 milljónir sem er ekki búið að borga, þær fara í ársreikningnum yfir á 2019 en eru samkvæmt jöfnunarsjóði árinu 2018. Og ég held að það hafi, og ég benti á þetta og þetta truflar mig vegna þess að það er mjög gott að horfa kennitölur aftur í tíman og þarna eru þær ekki réttar. Þannig að það verður ágætt þarna að heyra
þegar þið fóruðu við tölurnar, hvar eru þessar 200 milljónir? Takk fyrir það, Margrét. Fríðan Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, afsakið, bæjarfulltrúar, aðeins þetta. Margrét nefndi 200 milljóna sem eru færðar yfir á þetta ár. Því miður er þetta bara hefð hjá jöfnunarsjóðnum og við stýrum því ekki, en í gögnunum sem voru á þessum fundi er mjög gott yfirlit yfir framlögin á ára 2018 sem hægt er að fara yfir og þar kemur nákvæmlega hvað þetta er sérstaklega. En því miður þá er ég sammála Margréti með það að best væri að þetta myndi falla til því ári sem myndi notað, en svona gerir jöfnunarsjóðunda og við ráðum bara ekki við þetta. En ég bendi á þær upplýsingar sem lágu fyrir þessum fundi sem hér er verið að ræða hjá velferðarráði. Þar eru mjög nákvæmar upplýsingar þessar tölur og samanburð við önnur sveitarfélög. Takk Fríðan, Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Þetta voru akkurat svörin sem ég fékk þegar ég óskaði eftir þessu fyrst og þá var sagt jöfnunarsjóð greiði samkvæmt sjóðstreymi af því að ég vildi hafa þetta sem kröfu. Einmitt af því að þetta stemdi ekki, þetta truflaði mig og líka fyrir velferðarráð að skoða á milli ára. Síðan koma endurskoðendur á fundinn og ég spyr það bara hreinlega að þessu, getur það virkilega verið að þetta sé fært svona hjá jöfnunarsjóði og þau segja nei, það er búið að breyta. Þannig að það er ekki einu sinni samræmi milli jöfnunarsjóðs og okkar. Við ákváðum að Gunnar Þórarinsson, háttvirtur bæjarfulltrúi, nefndi á bæjarstjórnarfundinum þennan lið og þetta sem ég er að nefna hér. Við gerðum það ekki af því að við ákváðum bara að láta þetta eiga sig, fyrst að endurskoðendur voru sátti við þetta. En svo þegar ég horfi á þessa tölu frá velferðarráði, þá er ég myndið að hugsa að þetta getur truflað og við verðum bara að vita af því og gera skýringu þá við þetta. Þannig ég ger ekki athugasemd við þetta, ég er alveg sammála og við lögum þetta á næsta ári, en við verðum að vera með það á hreinu þegar við förum lengra, þegar við erum að skoða hvernig þróunin er á framlögunum á milli ára, þá verðum við að gera grein fyrir þessu í þessari skýrslu, fyrir geðu. Takk fyrir. Þetta Margrét, fleiri sem vilja taka þetta máls. Þeir sem að geta samþykkt fundargerð velferðarsviðs frá 10. maí við skjalaskjöfummerki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú, þá er dagskráin okkar formlega tæmd og við gerum hlé á fundinu meðan gengið verður frá fundargerð.
567. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 21. maí 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þórir Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Óli Sanders, þetta er laga hérna. Það er Davíð Brár Unnarsson, Styrmi Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og forseti var Guðný Birna Guðmundsdóttir. En fyrsta máli eru fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. maí 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina frá 9. maí til máls tók Díana Hilmarsdóttir. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 16. maí til sérstakra samþykktar. 7. liður fundargerðarinnar innkaupareglur Reykjanesbæjar var samþykkt 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundargerðina frá 16. maí til máls tók Friðjón Einarsson og fundargerðina samþykktar 11-0. Annað mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. maí. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 17. maí til sérstakra samþykktar. 3. liður fundargerðarinnar Birkir Teigur 1 niðurstaða grenndarkynninga var samþykkt 11 atkvæðum án umræðu. 4. liður fundargerðarinnar Brekadalur 67 niðurstaða grenndarkynningar var samþykkt 11 atkvæðum án umræðu. 5. liður fundargerðarinnar Leirdalur 36 fyrirspurn var samþykkt 11 atkvæðum án umræðu. 7. liður fundargerðarinnar Bólafótur deiliskipulagstillaga var samþykkt 11 atkvæðum án umræðu. 8. liður fundargerðarinnar Sjávargata 33 Svalir var samþykkt 11 atkvæðum án umræðu. 9. liður fundargerðarinnar Bauholt 7 stækkun var samþykkt 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og fundargerðin var samþykkt að öðru leyti 11-0 án umræðu. 3. mál fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs frá 3. maí 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Margrét A. Sanders, Gunnar Þórarinsson, Baldur Þór Guðmundsson, Styrmi Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og Guðný Birna Guðmundsdóttir. Fundargerðin samþykkt 11-0. Fundargerð menningarráðs frá 10. maí 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina til máls tók Styrmi Gauti Fjellsteð. Fundargerðin samþykkt 11-0. 5. mál er fundargerð velferðarráðs frá 10. maí 2019. Forseti gaf orðalaust fundargerðina til máls tóku Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, Margrét A. Sanders og Friðjón Einarsson og fundargerðin samþykkt 11-0. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Með samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fundargerðin verður því undirrituð. 567. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.